Komið sæl, við sjáum þessa fallegu tunglmynd sem var tekin af landinu rétt eftir hádegi í dag. Éljaloftið var að mestu leyti komið austur fyrir land og það var bjart og fallegt veður víðast hvar á landinu. En við skoðum yfirlitskortið og sjáum að það er víðast mikil hæð suður af landinu og það myndast lægðadraga á Grænlandssundi og það verður líklega snjókoma í flestum landslutum á morgun, hvessir einkum á norðvestanverðu landinu og það eru gul viðvörun í gildi vegna hríðar á Vestfjörðum síðdegis á morgun og fram á fimmtudag. Og við erum ennþá innlyksa í þessu kalda lofti, hitastigið nær kannski rétt yfir frostmark við suðurströndina á morgun en síðan verður nú frost í öllum landslutum og verður líklega sínu kaldast aðfaranótt laugardags en svo eru nú svona blikur á lofti varðandi mögulega breytingar eftir helgi. Ef við sjáum hér hvernig úrkomukerfið gengur inn á land með breytilegri átt á morgun en hún skilur eftir sig norðlæga átt þessi lægð og það hvessir af norðaustri með hríð á Vestfjörðum síðdegis á morgun. Það verður nú hvasst og hríð í öðrum landslutum en svona sínu vest og varhugavert að vera kannski að ferðinni annað kvöld þegar að skefur mikið þarna norðvestan til á landinu. En þegar að líða tekur á vikuna að þá verður nú svona hægari breytileg átt eða hægari norðlæg átt og bjart hér syðra. En á morgun klukkan 8 í fyrramálið er útlit fyrir suðlæga átt og einhverja snjókomu, sérstaklega á Annesjum og svona á Snæfellsnesi þá líklega einkum og við sjáum að það er nú frost víðast hvar, kannski helst við suðurströndina sem heitir nær yfir frostmark. Á meðan áttin er suðlæga, hún verður það líka í nótt er útlit fyrir að gasmengun frá jarðeldunum á Reykjanesskaga nái aðeins inn í Voga, jafnvel aðeins í Hafnarfjörðinn og síðan snýst vindáttin til norðurs og þá gætu Grindvíkingar aðeins fundið fyrir gasmengun. Þannig að fólk á þessum slóðum ætti að kynna sér málin bæði á Veðurstofunnar og eins á loftgæði.is. Á norðvestanverðu landinu er svipað sögu að segja, það er ekki alveg jafn hvasst en snjókoma á svona víðast hvar á norðvestur hluta landsins. En það er ekki farið að hvessa í fyrramáli, það gerist þegar vindáttin snýst til norðurs síðdegis. Það er ekki úrkominu fyrir að fara á norðaustanverðu landinu en kannski þá helst bara í Skagafirði en bjartviðri svona hér og þar og kannski skýjað með köflum en líklega mest frostið á þessum slóðum þar sem að útgeislunni nær sér á strik. Áttin verður svona norðurlæg líklega hér á suðaustanverðu landinu en því er nú svo sem ekki fyrir að fara það sé mjög hvasst þannig að þetta verður nú líklega meira hæg breytileg átt. Bjartviðri allavega vestan Öræfa en kannski einhver smá éljagangur í nærri Höfn í Hornafirði. En síðdegis á morgun þá verður norðaustanáttin farin að ná sér á strik. Það hvessir með éljum á Vestfjörðum og víðar á landinu. Gul viðvörun í gildi á Vestfjörðum en annars staðar er nú ekki viðvörun í gildi en þó þetta varhugavert að fara óundibúin á milli landshluta. Það verður líklega slitta hér við suðvestuströndina en snjókoma víðast hvar annars staðar. Aðfaranótt fimmtudag verður hvöss norðvestan eða norðanátt á austanverðu landinu. Hún gengur síðan til austurs og verður orðið svona skaplegast víðast hvar síðdegis á fimmtudag en strengurinn verður úti á austfjarðamiðum. Það verður bjart á vestan- og sunnanverðu landinu en skýjað og líklega einhver él norðan og austan til. Á laugardagur mun hægari norðlæg átt í kortunum og bjartviðri víðast hvar, áfram svalt í veðri og síðan heldur þetta nú svona áfram fram á laugardag eins og ég sagði áðan og þá er útlit fyrir að verði mjög kalt víða á landinu sérstaklega í þessu bjartviðri. En það semst gengur nánast heil lægð hér yfir land frá vestri til austurs á morgun. Áttin verður suðlæg í fyrramálið og í nótt svona svolítið breytileg þannig að það má búast við einhverju gasmengun norðan til á Reykjanesi og einnig síðan sunnan til þegar áttin snýst en annars er nú ekki útlit fyrir að þetta verði háar tölur en þau sem að hafa áhyggjur af slíku ætti að kynna sér málin á Veðurstofunnar eða á loftgæði.is. Síðdegis á morgun snýst í hvassa norðaustanátt með éljum víða land, sérstaklega á Vestfjörðum þar sem er gul viðvörun í gildi en annars þarf að hafa varan á áður en fólk ætlar í ferðalag. Verið sæl.